Já, suður. Ok, ég skil alveg að fólk muni drekka meira, en skoðum eitt. Stefna ríkisins í áfengismálum hefur alltaf verið svo að stuðla að því að fólk drekki minna áfengi. En fyrir 100 árum síðan þá bannaði ríkið allt áfengi. Og vínmenningin hún hvarf ekkert, hún bara lækkaði töluvert mikið í standardi. Samanber vinsælasta partydrykkinn 1916. Skósverta í vatn. Ég heldur að þau kallaði hann Rambo. Ég myndi allavega kalla hann það. Nokkrum árum seinna föttuðu menn að bannið var kannski ekki alveg nógu gott, þannig að þeir fóru að leyfa áfengi. En svo að fólk nú ekki að drekka of mikið og vera í ruglinu, þá var bara selt sterkt áfengi. Og 1989 var síðan bjórleyfður og þá ætluðu menn nú heldur betur að tækla vandamálið með að fólk drykki of mikið og brugðu á það ráð að selja eingöngu minnst 6 stykki. Pælingi var svo að með magninkaupum þá myndi fólk drekka minna. Þetta eins og að segja að ef að ég myndi kaupa mér 18 tómmu pizzu, þá myndi ég borða minna heldur en ef ég myndi panta mér 9 tómmu pizzu. Ég að fara að klára þessa pizzu. Málið bara, ef að ég get bara keypt áfengi á einhverjum ákveðnum stað, á einhverjum ákveðnum tíma, þá ég alltaf að fara að byrgja mig upp. En ef þetta væri til sölu í matvörubúðum, þá myndi menningin breytast öll í kringum þetta og við förum að nálgast þetta meira svona eðlilegra og náttúrulegra, einhvern veginn. Skil ég hvað að meina? Svo velurðu bara nýja spurningu. Menn konur í bátana hérna. Allir í bátana. Í herjólfsbátana. Það ekki svona? Hvernig var lagið? Allir í... Nei, gallana maður. Þeir eru nú reyndar í göllum. Í partí gallana. Kaupum áfengi. Í matvörubúðum. Djók, það má ekki.